Það hefur komið að 7. liða dagskrá starfsáætlun og stefnur eða nefnda og fræðsluráða. Þessu sinni til máls tekur formaður fræðsluráðs og bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fræðsluráð fer með stjórn leikskóla, grunnskóla og tónlistarskólans á Akureyri samkvæmt lögum og reglugerðum þá í umboði bæjarstjórnar Akureyrar. Fræðsluráð gerir tillögu til bæjarstjórnar stefnumörkun á sviði skólamála Akureyrarbæjar og fylgist með því að skólarnir vinni samkvæmt lögum, að settum markmiðum, veiti góða þjónustu og að starfsemin sé skilvirk og hagkvæm. Í upphafi kjörtímabilsins var það ákvörðun meirihlutans að setja fræðslumál í forgrunn, setja börnin okkar og barnafjölskyldur í fyrsta sæti. Ákveðið var að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum sem og þrýsta á ríkið að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Að auki vildum við leggja áherslu á bætt starfsumhverfi og líðan nemenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum bæjarins. Við settum markið hátt og vildum grípa til aðgerða sem myndu draga fram að skólabærin Akureyri yrði með framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir horfa til. Nútímavæðing starfshátta var einnig nefnd sem mikilvæg forsenda og vilji til að efla skólastarfið enn frekar með þarfir nemenda að leiðarljósi. Sérstakur starfshópur var stofnaður í janúar 2019 til að finna leiðir til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Starfshópurinn lauk störfum í lok síðasta árs. Hópurinn skilaði af sér skýrslu framtíðarsýn varðandi uppbyggingu leikskólamannvirkja og fjölbreyttar leiðir til að koma yngri börnum inn í leikskóla bæjarins. Einnig kom hópurinn með tillögur bætt starfsumhverfi starfsmanna og barna sem meðal annars fól í sér útreikninga fermetrafjölda á hvert barn. Sett voru viðmið sem nú byrjað að vinna eftir þó ekki hafi þau náðust í öllum skólum ennþá. Hópur vann þétt og vel saman og átti góða samvinnu við leikskólastjórnendur og dagforeldra. Ein af tillögum hópsins var ný leikskóladeild í Árholti. Deildin sem nú undir stjórn Tröllaborga tók til starfa haustið 2019. Árholt getur tekið við allt að 24 börnum. Gert ráð fyrir að í nánustu framtíð verði þar ungbarnadeildir. Þá verið að horfa til þess möguleika að hafa 3 ungbarnadeildir sem innrita börn 2 ári, en það að segja 6 sinnum yfir árið. Þessa tillögur ekki búið að útfæra svo sem varðandi staðsetningu, stjórnun, framkvæmd, innritun og fleira, en í ljósi þess mikilvægt að horfa til þess hver þörfin og reynslan verður. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisins fyrir árin 2020–2024 gert ráð fyrir því að samanlagður réttur foreldra til fæðingarorlofs og fæðingarstyrks verði lengdur úr 9 mánuðum í 12 mánuði. Starfshópurinn hafði þessa áætlun meðal annars að leiðarljósi í sinni vinnu. Innritun í leikskóla lokið og var öllum börnum sem fædd eru frá janúar og fram í maí 2019 boðin leikskólavist haustið 2020. Áfram horft til þess að auka leikrými barna með því að fækka börnum í hverju rými, samhliða innritun yngri barna. Þannig verður hægt að uppfylla viðmið leikrými. Milli áranna 2017 og 2019 hefur börnum í leikskólum fækkað 40–50. Alls gert ráð fyrir 952 börnum í leikskólunum fyrir hluta ársins 2020 og þeim fjölgi lítillega seinni hluta ársins eða í 960. Tillögur sem hópurinn lagði fram var meðal annars að niðurgreiða kostnað foreldra barna sem eiga 18 mánaða gömul börn og hafa ekki fengið boð leikskólavist. Þetta úrræði styður barnafjölskyldur og jafnræði sjónarmið þar sem gjöld lækka þegar barn fær leikskólavist. Jafnframt þetta liður í að styrkja dagforeldrakerfið. Einnig var lagt til að niðurgreiða 8. tímann hjá dagforeldrum. En með því orðinn óverulegur munur á milli kostnaðar barna hjá dagforeldrum og barna í leikskóla. Báðar þessar tillögur hafa verið fjármagnaðar og hafa tekið gildi. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 var gert ráð fyrir að styrkja endur- og símenntun dagforeldra.
Með því var kleift að halda starfsréttindanámskeið fyrir dagforeldra sem og að halda við endurmenntun sem fer fram 1 dag árlega. Áfram verður sett inn fjármagn til að styrkja endurmenntun dagforeldra. Akureyrarbær hefur alla burði til þess að skara fram úr í menntamálum. Við getum státað af háu hlutfalli leik- og grunnskólakennara, góðum aðbúnaði og samfélagi sem styður við skólastarf. Við getum verið sá skólabær sem aðrir líta til og taka til fyrirmyndar. Til þess að verða framúrskarandi þurfum við að taka höndum saman og vera tilbúin að endurskoða starfshætti. Nýta það sem vel hefur tekist en einnig endurskoða það sem ekki hefur gengið eins vel. Við viljum að sköpun ráði ferðinni. Tengja saman námsgreinar, færa nemendur meira út í samfélagið og leyfa þeim að æfa sig í viðfangsefnum fullorðna fólksins með raunverulegum verkefnum sem teygja sig allan bæ. Við þurfum sem lærdóm samfélag að styðja hvort annað og virða og fagna þeim fjölbreytileika sem svæðið okkar hefur upp á að bjóða. Kennarar hafa þekkingu og kunnáttu til að skapa þær aðstæður að nám eigi sér stað í gegnum fjölbreytt viðfangsefni og við getum öll hjálpast að við að láta þau raungerast. Börnin okkar eru nú þegar hafsjór af fróðleik og reynslu. Verkefnið er að byggja ofan á þá reynslu og fá þeim krefjandi verkefni sem reyna á þau og tengjast grunnþáttum menntunar. Ég sé fyrir mér nemendur að rannsaka, spyrja spurninga, koma fram með hugmyndir og skapa ný tækifæri. Gróðurhús á Ráðhústorgi, pop-up búðir og verkefni, fyrirtæki og nýsköpunarverkefni sem nemendur standa að og við gerum þeim kleift að framkvæma. Virkjum nemendur til sjálfstæðis og þátttöku í ákvörðunum nám, líf og störf í samfélaginu öllu. Við viljum að nemendur verði fullgildir þáttakendur í skólastarfinu og að við séum stöðugt að finna leiðir til þess að efla þá og fylla eldmóði. Endalegt markmið nýsamþykktrar menntastefnu er að nemendur standi keikir í báða fætur þegar þeir færast upp á næsta skólastig. Verði færir að taka farsælar ákvarðanir eigið líf og með heiminn að fótum sér í þeim skilningi að þau geti valið sér leið inn í framtíðina, bæði á Íslandi sem og í alþjóðlegu umhverfi. Í sameiningu þurfum við að horfast í augu við hvað okkur er óhætt að gera og leggja til hliðar skipulag sem þjónar ekki þörfum samtímans. Það er hlutverk okkar að gera skólum það kleift að brjótast út úr skipulagi og girðingum gærdagsins. Og nú höfum við stigið það skref. Menntastefnan varðar leiðina og gerir ráð fyrir því að við stöndum saman allt frá stefnumótun og til nemandans. Þá getum við skara fram úr. Þegar við erum búin að velja úr starfshætti sem bera skýr einkenni gæðastarfs, við vitum hverjir þeir eru og horfum stolt til framtíðar. Stór skref var stigið þegar menntastefna Akureyrarbæjar var samþykkt á síðasta bæjarstjórnarfundi. Stefnunni fylgdi ítarleg aðgerðaáætlun sem varðar leiðin að markmiðum okkar framúrskarandi mentastarf. Unnið er að gæðakerfi sem fylgir fast á eftir aðgerðaáætlunni og verið er að undirbúa kynningu á henni í skólasamfélaginu. Skólastjórnendur munu stýra gerð aðgerðaáætlunar í hverjum skóla og vinna hana samkvæmt sínum þörfum, viðmiðum og setja sinn brag á hana. Stuðningur við innleiðingu menntastefnar hefur verið fjármagnaður og vinna hafin við að skipuleggja hvernig tímanum verður best varið. Mikilvægir þættir sem hafa verið í umræðinu hafa nú verið aðgerðabundnir, svo sem vinna með skólastjórnendum að eftirfylgd læsistefnu leik- og grunnskóla og mat og stuðning á þeirri innleiðingu. En mikið og gott starf var unnið þegar læsistefna leik- og grunnskóla var sett fram og ætlum við að fylgja því nú eftir. Endurskoðun á starfsemi frístundar út frá viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins, en þau viðmið eru nú komin inn í aðgerðaáætlun menntastefnunar. 3 ára innleiðingarferli menntastefnunar er hafið. Árlega verður gerð grein fyrir stöðunni á innleiðingu og aðgerðum. Það er mikilvægt. Við ætlum okkur ekki aðeins að merkja við á blaði það sem við ætlum okkur. Við höfum verið að vinna því að bæta starfsumhverfi og líðan nemenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum bæjarins
og meðal annars var byrjað að fara í úttektir á skólamannvirkjum bæjarins. En umhverfis- og mannvirkjasvið ákvað í samvinnu við fræðslusvið að fara í úttektir á loftgæðum í skólamannvirkjum bæjarins. Gerð hefur verið úttekt í Oddeyraskóla, Brekkuskóla og núna nýlega í Lundarskóla. Farið var strax í úrbætur í Oddeyraskóla og Brekkuskóla og þóttist taka vel til. Í ár var gerð úttekt á Lundarskóla og hefur tillagað endurbótum verið samþykkt í fræðsluráði og vísað í bæjarráð. En þar að auki var lögð áhersla á stækkun matsals og að hugað yrði að byggingu leikskóla. Á kynningarfundi verkfræðistofuna var farið yfir það hvernig hægt var að bæta loftgæði og fyrirbyggja rakaskemmdir, sem meðal annars hægt að gera með vönduðum þrifum, góðri loftræstingu og fleira. Í kjölfarið var ákveðið í fræðsluráði að setja fjármagn í fjárhagsáætlun sem eyrnamerkt alþrifum í skólum ár hvert. Úttektir á loftgæðum í skólamannvirkjum bæjarins langtímaverkefni sem mun vera haldið áfram á næstu mánuðum og misserum. Fræðslusvið Akureyrarbæjar hefur verið þátttakandi í endurskoðun á fjármögnun og fyrirkomulagi á stefnunni menntun fyrir alla með 20 öðru sveitarfélögum undir stjórn mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Sú vinna byggir á 2 þáttum. Það að hvort og þá hvernig deila í fjármagni til grunnskólastarfs með öðrum hætti en nú gert og hins vegar hvað starfsáttaði verið að horfa til þegar talað menntun fyrir alla eða skóla án aðgreiningar. Í því sambandi hafin gagnaöflun í okkar skólum hvernig fyrirkomulagið og hvernig staðið að skiptingu fjármagns. Unnið að því að færa sem mesta þjónustu við börn inn í skólana svo samþætta megi hana eins mikið og frekasti kostur. Miklar framkvæmdir hafa verið í Glerárskóla þar sem 2 álmur hafa verið endurnýjaðar og ánægja meðal starfsfólks framkvæmdirnar. Ljóst að þörf á endurbótum í húsnæði Lundarskóla og þar þurfum við að finna leiðir hratt og örugglega. Það kann að hljóma undarlega, en ég kýs að líta á þessum tækifæri að fá að hugsa húsnæðismál grunnskóla út frá nýrri menntastefnu. Hvers konar húsnæði þjónar nútíma skólastarfi? Getum við tengt skólastarf samfélaginu okkar betur? Getur hluti af námi nemandana farið fram óháð staðsetningu í meira mæli? Við vitum hvert markmiðið en þjóna núverandi hugmyndir okkur skólahúsnæði þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Getum við tengt betur saman starfsemi íþróttafélaga, félagsstarfslista og listamanna, fyrirtækja og stofnana? Þessar hugmyndir verður spennandi að skoða samhliða því að leysa húsnæðismál Lundarskóla. En afar mikilvægt að starfsfólk skólans fái aðkoma að framkvæmdinni og geti lagt sínar hugmyndir fram í vinnunni. Mig langar til að nýta tækifæri hérna að óska Pálmholti til hamingju með daginn, en efra húsið á 70 ára afmæli í dag og svo verður neðra húsið 35 ára á árinu. Og því var fagnað í leikskólanum í dag með börnunum og meðal annars kom Einar töframaður og það var voðalega gaman. En í dag einmitt afmælisdagur sameinaðs Pálmholts. Mér langar líka einnig að þakka nefndarmönnunum mínum sem sitja með mér í fræðsluráði, kjörnum fulltrúum sem og áheyrnarfulltrúum sem mjög gott að hafa og starfsfólki fræðslusviðs fyrir gott samstarf. En eins og þið heyrið þá á mörg að taka en ég ætla að láta staðar hér numið og hlakka til að heyra umræðurnar. Takk fyrir mig. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka formanni fræðsluráðs fyrir stefnuræðu. Það þykir mér bera nýtt við að það verið að fjalla raunverulega stefnu hérna í þessari ræðu sem ég bara fagna og svo hitt að hún svona temmilega löng. Bara glæsilegur árangur. Takk. Það margt gott sem hér nefnt og það alveg rétt að það búið að ræða mikið til dæmis leikskólamálin, hvernig að brúa bilið, hvernig að fjölga rýmum, hvernig að mæta foreldrum ungra barna.
Því miður þá hefur svo sem ekki verið hlustað á okkur í minnihlutanum benda á það þurfi nú kannski að hraða eins uppbyggingu leikskólarýma til þess að geta mætt þessu. Og við höfum svo sem horfum nú á það að leikskólinn sem rísa við Glerárskóla sem heitir Klappir að hann átti upphaflega að vera tilbúinn 2018-19 sem er reyndar orðið nokkuð langt liðið síðan. En það sem hefur bjargað því, sem bjargað verður í þessum málum, þegar að vera að horfa til þess hvernig að vera að veita þessa þjónustu í dag er náttúrulega það að þeir árgangar sem að bera upp í leikskólan 1 til 5 ára börn, að þau eru í dag 200 færri heldur en þeir voru 2015. Ég veit ekki hvort á að fagna því eða gráta það, ég vil frekar gráta það að börnum á Akureyri sé að fækka þetta mikið. En þetta sjálfsögðu hjálpa til að leysa úr þeim vanda sem að bæjarstjórn og meirihluti stóðu frammi fyrir vegna þess að ekki var brugðist við eins og vera hefði. Og það er kannski það sem að við horfum þá í dag og vonandi sjáum við þá fram úr því að geta boðið barnafólki hérna vistun, leikskólavist í leikskóla, bara strax frá 1 árs aldri og ég treysti því að ríkisstjórnin muni standa við gefin loforð að lengja fæðingar og orlofið, því ég held að það sé líka eitt af stórum málunum að börn séu hjá foreldrum sínum að minnsta kosti fyrsta æviárið. Það er margverið sýnt fram á nauðsyn þess og mikilvægi tengsla myndunar barna og foreldra fyrir framtíðina og líðan. Þess vegna er þetta eitt af stórum málunum og við þurfum náttúrulega að halda áfram að berjast fyrir því. Nú er búið að samþykkja hérna nýja menntastefnu sem við tókum umræðu hérna daginn og það er bara margt mjög gott í henni eins og við ræddum á síðasta bæjarstjórnarfundi. En það er bara hitt sem við þurfum að passa og er svo sem tekið á í þessari ræðu og bent á mikilvægi þess að koma orðum í athafnir. Þetta hefur verið mikið stríð í gegnum árin að breyta orðum í athafnir og það er ýmislegt sem stendur þar í vegi fyrir okkur. En ég bara lýsi ánægju við því að við séum þá í raun öll sammála það að stíga ákveðin skref svo það verði að veruleika og það skiptir miklu máli. Það getur kostað okkur eitthvað og við verðum þá að vera tilbúin til þess að leggja í þann kostnað og það er aðgerði sem til þarf. Svo langar mig aðeins til þess að koma hérna inn á bætt starfsumhverfi og líðan nemendur starfsfólks í leik- og grunnskólum bæjarins. Ég veit ekki hvort þið áttað ykkur á því að 24–5% íbúa á Akureyri eru meirihluta dagsins í skólahúsnæði á vegum bæjarins. Þetta eru svona sirka 4.500 einstaklingar hverjum degi. Þetta er býsna stór hópur. Þess vegna skipti það gríðarlegu máli þegar ég nefndi það hérna inn í umhverfis- og mannvirkjaráði fyrir 2,5 ára síðan að við þyrftum að fara í skoðanir á öllum mannvirkjum bæjarins, skólamannvirkjum. Það var að mínum mati gekk það aldrei hægt að koma þessu verki áfram, en það var á endanum ákveðið að fara í þessar úttektir í Brekkuskóla og Oddeyraskóla. Hefði betur verið farið í Lundarskóla þá líka. Þá var búið að taka ákvörðun að fara að vinna í Glerárskóla og það er vonandi búið að koma í veg fyrir hluti. Við verðum að horfa til þess að bærinn, ef við ætlum að standa undir því hlutverki, ætla að bæta starfsumhverfi barna og starfsfólks í skólamannvirkjunum okkar, þá verðum við að tryggja það að þessi mannvirki, þau standist þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Það er bara algjört lykilatriði.
Og ástæðan fyrir að ég kom inn á þetta sínu tíma var einfallega svo að við vorum að horfa upp á aðstæður Reykjavík þar sem foreldrar þurftu að berja Reykjavíkurborg til þess að takast á við þessi mál. Við höfum ekki að láta berja okkur til hlýðni, við höfum að sýna frumkvæði og ábyrgð, stíga fram. Þess vegna finnst mér allt of langt til seilst að ætla sér að gera þessar úttektir á þessum mannvirkjum okkar á nokkurum árum. Ég gerir mig fulla grein fyrir því, þetta kostar fjármuni. En við erum að tala hérna vinnu aðstæður, fjórðungs bæjarbúa. Og mér finnst það líka bara eitt af stórum málunum í þessu samhengi. Við skulum ekki gleyma því. Þannig að ég vil fá sjá þessar úttektir gerðar hraðar í mannvirkjunum okkar og við bregðumst fyrr við þeim. Staðan er bara einfallega þannig að í mörgum tilvikum, þó að sé brugðist við og verkefni leyst, mygla hreinsuð, húsnæði hreinsað, þrif tekin upp, það verða þannig að ákveðni starfsmenn, þeir eru þar viðkvæmir og börn, að þeir geti ekki farið inn í húsnæðið aftur, þó það sé búið að laga það. Þeir hafast bara ekki við þar. Við höfum dæmið þetta einn á Akureyri. Þannig að það er mikið til unnið að bregðast fyrr við en seinna og klára verkin. Þess vegna langar mig til að koma hérna inn á það sem okkur er ætlað að ræða í bæjarráði á fimmtudaginn og var kynnt í fræðsluráði í gær og samþykkt í fræðsluráði í gær. Og það var það að fara í endurbætur á Lundarskóla húsnæðinu eins og þeir. Og þá velti ég upp svona nokkru spurningum varðandi mat mannvits á þessum byggingum. Sko, ég er ekki alveg að átta mig á því í fyrsta lagi á hverju fræðsluráð er að byggja þessa ákvörðun sína vegna þess að mjög víða í úttektarskýrslu mannvits er talað það virðist vera. Það virðist eitthvað vera í lagi. Hvað er átt við með því? Treysta sérfræðingarnir sér ekki til þess að segja þetta er í lagi. Ég bara spyr. Það er sagt í skýrslunni að í Lundarskóla sem var byggður 1976 og ég ætla að leyfa mér að fara inn á þetta mál hérna undir þessari stefnuræðu vegna þess að formaður fræðsluráðs hann orðaði þetta beint hér í sinni stefnuræðu að þetta stæði til að gera. Og mér finnst eðlilegt að við tökum þessu umræðu hér. Og flaggið er ekki opinbert? Hæ? Flaggið er ekki opinbert? Nei, en við höfum aðgang að því. Og ef það stendur ekki í fundargerð fræðsluráðs að þetta sé trúnaðarskjal. Það er alltaf ekki búið að birta. Ég ætla samt að leyfa mér að því ég tel að við þurfum að ræða þetta hér að við verðum að geta rætt málin þá út frá þeim forsendur sem lagðar eru til, ekki satt? Eða hvað? Ætlið að hafa þetta sem leyndamál. Ok. Málið er það er líka verið að tala um það að bygging Lundarskóla og steypan í húsinu, hún sé í lagi að hluta en ekki öllu leyti. Það er líka sagt að hún standist þær kröfur sem voru gerðar 1976. Það er líka sagt að það standist ekki þær kröfur sem gerðar í dag. Ef að fræðsluráði er búið að ákveða það að endurbyggja núverandi húsnæði, þá er meiningi svo að leggja þarna inn einhverja 2 til 2,5 milljarð, hugsanlega meira, miðað við það að fara í endurnýjun húsnæði, og treysta á það að þetta húsnæði standist kröfur næstu 50 til 100 árum. Ég get ekki skilið þess ákvörðun, bara get það ekki. Þar að auki erum við að leggja hérna einhverja milljarða í framkvæmd þar sem að húsið áfram með vera kjallari. Það hlut.
Í lögum skólahúsnæði segir að það eigi ekki að vera niðurgrafið. Við ætlum samt að endurbyggja heilan skóla með kjallara. Ég ekki að skilja þetta. Í stefnuræðu Þorsteins formanns segir að nú höfum við tækifæri til að skoða húsnæði út frá þörfum menntastefnunum og því sem gerist nýjast. Hvernig á að gera það og hvenær? Og að lokum, ég sé ekki að umhverfis og mannvirkja svið hafi neitt skoðað þriðja valkostinn að byggja nýjan skóla sem inniber leikskóla út frá kostnaðartölum sem hefur verið bent á í þessum hópi að geti leigja bilinu 400.000 krónur á fermetur. Ég sé ekkert um það. Mér finnst þetta alveg fráleitt. Þetta er vandinn í þessu verkefni okkar ef við ætlum að sýna metnað, við ætlum að sýna vilja til að standa vel að því sem við erum að gera í þessum málflokki, þá þurfum við að sýna það í verki. Og þarna finnst mér ekki gert. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi, ég ætla ekki að fara að trufla umræðina hérna mikið, en ég ætla svona rétt að bregðast aðeins við orðin bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar. Varðandi menntastefnuna þá hefur það bara verið ljóst frá upphafi að við leggjum mikla áherslu á það að fylgja aðgerðaáætluninni eftir, fara í ytra mat á skólunum og fara í gæða viðmið líka. Við erum búin að fjármagna þessar aðgerð til næstu 3 ára og töldum það að vera lykilatriði að þegar við erum að fara í stefnu og erum að breyta og leggja til breytingar að það sé fjármagnað og það sé stuðningur við þessar breytingar. Varðandi enduruppbyggingu Lundarskóla þá kom ég að því í mínu máli, það er alveg rétt og þetta var tekið fyrir í fræðsluráði í gær. Reyndar eru gögnin ennþá bara minnisblöð og það er leiðandi ekki opinber og ekki til umræðu. En við vísuðum þessu með bókun í bæjarráð og þetta verður tekið fyrir í bæjarráð þar sem að allir bæjarráðsmenn, ég veit ekki hvort að öllum bæjarfulltrúum sé boðið á fundin á 5. daginn, en þar mun líka koma aðilar frá verkfræðistofunni og umhverfis- og mannvirkjasviði og fræðslusviði, þar sem við getum öll tekið umræðuna og þar verður væntanlega einhver niðurstaða tekin sem er þá vísað í bæjarstjórn og væntanlega hægt að taka þessa umræðu hér á opinberu vettvangi enda ekki verið að leyna einu né neinu. En rauninni var bara niðurstaða fræðslu svo að við lögðum til endur uppbyggingu á Lundarskóla. Það voru öll rök sem að stóðu með þeirri ákvörðun, bæði út frá faglegum forsendum skólastarfs sem við vorum að huga að og þetta var hagkvæmara og öll rök sem studdi þessa ákvörðun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust. Vildir þú fá orðið? Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúi Ingibjörgu fyrir ágæta og snarpa yfirferð. Það eru bara 2 punktar sem ég langar að nefna, annars vegar það sem bæjarfulltrúi Gunnar nefndi með umræðu í umhverfis- og mannvirkjaráði úttekt á skólahúsnæði bæjarins. Þessi umræða kom upp fyrir að verða 2 árum í framhaldi af slæmum dæmum sem að koma upp í Reykjavík og það var bara mikill hugur í ráðinu hjá okkur og samstaða að fara í skoðun á okkar húsnæði og við reyndar svona hugleitum aðeins hvað við ættum að kalla þetta til að kannski vekja ekki upp óþarfa ótta. En þetta er auðvitað línudans því að við vildum vissulega komast að því hvort það væri eitthvað mikið að. Og nú erum við búin að gera úttekt á 3 skólum og þetta hefur verið svona eitthvað í takt við það sem við byggumst við í öllum 3
húsunum vissum við að það höfðu verið einhver lekavandamál, þannig að það kannski kom ekki alveg á óvart að það fyndist mygla og það er búið að bregðast við með margvíslegum hætti. Einfaldast er nú bara þrif og tiltekt, henda gömlu dóti sem hefur safnast upp í handmentastofum og þess háttar til dæmis. Og við munum halda áfram með þessa úttekt, klára skólana og leikskóla, en það mun taka svo lítinn tíma. Og verður auðvitað ekki allt gert í einu, hvorki úttektirnar né endurbæturnar. En síðan aðeins varðandi annan punkt sem kom fram að hvort það hefur verið kannaður möguleiki á nýbyggingu við Lundarskóla, svona út frá kostnaði, og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að það hefði ekkert komið fram eða hvort hann sagði ekkert verið gert, en það er að minnsta kosti rétt að hafi ekkert komið fram sem að bendir til að sé hægt að byggja miklu ódýrara heldur en kannski 700.000 krónur á fermetra. Og starfsfólk sviðsins athugaði það alveg töluvert, bara eins og hægt er. Fyrsta lagi með því að ræða við verkfræðistofur og ræða við þá sem hafa byggt skóla nýlega. Og því miður virðast bara engin dæmi á Íslandi að þetta sé hægt og það er raunveruleikinn. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsinu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég verða aðeins að bregðast við þessum orðum bæjarfulltrúa Andra. Ef það væri búið að rannsaka þetta, ef það væri búið að skoða þetta, ef það væri búið að setja eitthvað fram með þetta, þá hlyti þetta standa skýrum stöfum svart á hvítu blaði sem heitir minnisblað, sem þriðji valkostur. Það er ekkert sem kemur þarna fram það hvað hafi verið gert, hvað hafi verið skoðað, hvernig menn komust að þessari niðurstöðu. Það er heldur ekki hrakið. Það eru upplýsingar sem ég sendi á alla bæjarfulltrúa frá Reykjanesbæ kostnað við skólabygginguna á Stapaskóla þar. Það hefur aldrei verið hrakið. Ég velti aðeins fyrir mér þessum vinnubröðum vegna þess að jú, peningar skipta máli. Þeir skipta alltaf máli. Og þess vegna hljótum við að vilja fá vandaða rannsókn eða skoðun á því hvort þetta sé algjörlega út í bláinn sem ég verið að nefna. Mér finnst þetta ekki góð vinnubrögð. Við erum búin að horfa upp á það í mörgum af þessum verkefni sem hafa verið tekin fyrir hérna og ég ætla bara að taka listasafnið sem dæmi. Það sem ég ger kostnaðaráætlun á sínu tíma upp á 580 milljónir eða rétt innan við það. Það er ákveðið eigi að kosta 400 milljónir. Þetta verður þetta dýrara. Það hlyti sig ekki að nálgast milljardin í dag. Allavega 900 til milljarð. Og ég velti því fyrir mér, hvað áttur að koma í ljós í Lundarskóla sem að við mun rífa þessar tölur allar upp? Hvað vitum við? Og hverjar eru varnirnar þegar við erum að tala um mannvirki sem að er ekki betur byggt en raun ber vitni? Ég velti því fyrir mig. Og þar er ekki, ef það er búið að setja fram rökin, þá hljóta þau koma fram bókunni sem ég sé ekki. Rökin standast ekki faglega þætti. Þau gera það ekki því miður. Þau standast heldur ekki þætti sem snúa að umhverfi, líðan eða einhverju sem snýr að börnum og starfsmönnum okkar í skólanum. Hvernig ætlum við að sannfæra fólk það að þetta sé allt komið í lag? Ég veit það, því miður, og það var akkurat þess vegna sem var óskað eftir því, að fá utanaðkomandi aðila til að fara í þessi mál og rannsaka þetta og sýna fram á hvort eitthvað væri að eða ekki.
að því miður þrá trúverðuleiki okkar í bænum, hjá bænum, hann bara því miður ekki til hvað þetta varðar í dag. Það bara því miður, segist eins og þér. Mér þykir það leitt og mér þykir það sárt. Og þetta hlutur sem við þurfum að takast á við og vinna upp þennan trúverðuleika. Hann bara verður að vera til staðar ef við hefum geta starfað sem samfélag. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Það sem næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir þessa ágætu og áhugaverðu yfirferð hérna í upphafi fræðslumálin og ég vil nú bara hrósa formanni fræðsluráðs og meirihlutanum og að því við vinnum svo vel saman í leiðinu okkur öllum yfir því að vera búin að gera ágæta hluti og þessi þessi stefna sem við samþykktum hérna á síðasta fundi með þessari prýðisgóðu aðgerðaráætlun sem innihélt alls konar mælikvarða og eftirfylgni og innleiðingarplön bara finnst mér svo góð að ég hafði svona hugsað mér að ég ætlaði að því að svo svona pínu skrítið að standa hérna 2 vikur seinna og vera eitthvað svona með einhverja fabuleringar skólamál. Þannig að það er kannski þess svona líka sem að maður er ekkert svona, umræðan verður ekki frjórri en þetta varðandi það því að maður er bara spenntur að sjá hvað gerist með þessa stefnu og innleiðingar hennar og ég vil bara segja ég hef fulla trú á því verkefni sem auðvitað gríðarlega mikið. En svo ég svona aðeins að reyna að átta mig á þessari umræðu sem hérna í gangi og þið verðið að afsaka mig ef ég stundum svona að því þetta er pínu svona stundum pínu öruglandi en ég vil samt taka undir það að það var dregið of lengi að athuga málið með loftgæðin inn í skólunum og ekki af því að Gunnar Gíslason fattaði fyrst upp á því að nefna það í umhverfis- og mannvirkjaráði, ég ætla ekki að votta eða vitna neitt til það en ég veit hins vegar að kennarar voru búin að tala þetta lengi og það náttúrulega er eitthvað sem maður þarf líka að hafa í huga vegna þess að það er algjörlega óþolandi að vera á vinnustað, einmitt svona þétt skipuðum vinnustað fullorðinna og barna, þar sem að fólk hefur á tilfinninguna að loft og eitthvað sé ekki í lagi. Þannig að mér finnst við þurfum að taka mið af því þegar við förum í áætlanir framhaldið hvernig við ætlum að skoða. Er svona dýrt að skoða eða er það svona dýrt að því við vitum eða óttumst að þá þurfum við að gera eitthvað sem kostar svo mikla peninga. Og ef maður segir það bara heiðarlega ef það svarið, þá það hræðilega ákvörðun að taka að fresta því að gá af því að maður hræddur við hvað maður sér. Út frá þessu fólki sem að starfa þarna, það finnst mér bara við skylda til þess að fara bara mjög hratt í að skoða og ég er bara mjög ánægð með þessi viðbrögð sem er verið að lista upp það er búið að setja pening í betri þrif á skólum, það mun skipta miklu máli og einmitt þessi svona harðari söfnunarstefna kannski má segja og þannig að það verði bara hugað að þeim þáttum en auðvitað ef það er eitthvað búið að grassera þá verðum við að komast að því sem allra fyrst. En svo ætla ég að segja, ég skil ekki alveg þessa umræðu kostnað við skólabyggingar og það að einhver segja að það sé hægt að gera eitthvað svo ódýrt að það er bara alveg með ólíkindum og sem er frábært þegar maður stendur frammi fyrir ákvörðunartökunni og þetta er eitthvað sem maður hefur heyrt svo oft að hafi tíðkast í stjórnsýslunni að hlutir eru talaði niður í verði, þetta kemur ekki til með að kosta neitt. Og svo bara förum við í þetta og svo erum við alltaf komin út í þessa frægu á og yfirleitt hana miðja þegar að fattast að hlutinir eru miklu dýrari. Þannig ég tek því með alveg rosalega miklu fyrirvörum ef einhver segir að það sé hægt að gera þetta fyrir kúk og kanil. En og finnst bara eðlilegt að við gerum ráð fyrir því að ný skólabygging sé dýr og ættum ekki að taka neinar ákvarðanir út frá öðrum hugmyndum.
Ef það er sem hægt að gera þetta svona miklu ódýrar, þá er það frábært, en við skulum samt gera ráð fyrir því að þetta kosti meira en það sem að einhverjar svona óljósa fréttir úr kannski einhverju hliðaheimi hafa borist um. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka formanni fræðsluráðs, bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir góða stefnuræðu og vil líka bara skila eiginlega þakklæti til fræðsluráðs í heild sinni. Því að mér finnst fræðsluráð hafa unnið vel á þessu kjörtímabili og alveg ótrúlega margt hafa gerst meðal annars vegna samhugs en ekki síður vegna bara ákvarðanatöku hvað eigi að setja á oddinn eins og fræðslumál í þessu samhengi. Og þá auðvitað ekki bara við grunnskólamálin þó að við höfum verið að tala ansi mikið þau í samhengi bæði skólabygginga en ekki síður þessara spennandi menntastefnu og aðgerðaráætlunar. Og mér finnst líka skemmtilegt bara því ég frétti af því innan úr ungmennaráði að nú eru þau að skoða menntastefnuna og aðgerðaráætlunum og hvernig þau geta komið að því að miðla henni áfram og það er svolítið gaman að sjá þó að við í bæjarstjórn eða í tilteknum ráðum komum að einum svona þætti, þá er það ekki bæjarstjórn ein alveg svo við höfum kannski rætt áður. Við getum sett stefnu og aðgerðaráætlun, svo veltur svo ofboðslega mikið á því hvort og hvernig því er fylgt eftir. Þar er öll vinnan, alvöru vinnan. Það er svona, það er það sem, þannig að, og ég hef líka ofboðslega mikla trú á skólasamfélaginu okkar og það er rosalega góð tilfinning að finna fyrir því að þó að við eigum gott skólasamfélag. En hvað varðar leikskólamálin líka, þá er ég líka ákaflega glöð að fylgjast með uppbyggingu á nýjum leikskóla og að það sé komin nýr ungbarnaleikskóli sem var líka stórt skref og mér er líka stolt af því þessum niðurgreiðslum og þessum markvissu skrefum í fræðslumálum sem raunverulega hafa gerst á þessum 2 árum og finnst það bæði að hafa farið, ef við tölum bara steypu, að fara í þessar endurbætur á Glerárskóla sem að er í rauninni gjörbylting finnst mér að sjá sem grunnskólakennari. Þá er gaman að fara inn og sjá möguleikan á rýminu að þó að rýmið sé sannarlega samt ekki hjartað í skólastarfsemi að þá skiptir það ofboðslega miklu máli og tala nú ekki loftgæði og þar finnur fólk hreinlega fyrir mun og þarna erum við náttúrulega líka bara í miðri byltingu. Við vitum það öll, við sjáum bara ný íbúðarhús eru allt í einu með innbyggðum loftræsti búnaði og við erum eiginlega svona smá saman að komast inn í nýja tíma hvað varðar loftgæði og þetta mun taka okkur tíma en með markvissum skrefum þá eigum við ekki bara í grunnskólabyggingum, líka í leikskólabyggingum, byggingum starfsmanna og svo framvegis. Þetta er í rauninni heilmikið verkefni og íbúðarhúsnæði og svo framvegis. Þetta er í rauninni alveg svona risa verkefni sem að ég tel að verði svona eins og stundum með fílana tekið í bitum en að það sé markviss og það sé stefna í því skiptir miklu máli. Mér finnst líka alveg þess virði þó að það heyri undir að nefna hluti eins og bara leiksvæði við skóla og að Giljaskóla og Naustaskóla hafa orðið réttindaskólar og stefna að Akureyrarbær sé orðin fyrsta barnvæna sveitarfélag landsins sem er ekki bara einmitt orð á pappír, alveg heilmikil vinna sem á sér stað þar og þannig að ég held að ég er rosalega stolt af fræðsluráðinu okkar og þessum svona grundvallar stefi sem mikil áhersla er lögð á. Hvað varðar Lundarskóla, því að við höfum aðeins verið að ræða hann hér, að þá er ég nú reyndar og var með þann skilning að fræðsluráð var að álykta út frá hagsmunum nemenda og kennara en ekki út frá byggingafræðilegum forsendum í þessu samhengi, bæði varðar framkvæmdatíma og annað, en það tekur fræðsluráð ekki ákvörðun byggingu mannvirkja og við eigum von á umræðum með sérfræðingum einmitt, þar sem við getum spurt allar þessara krefjandi spurninga því þær sannarlega eru margar og það gerum við núna inn í bæjarráði á 50. Og að sjálfsögðu verður síðan gagnsæi í öllum gögnum og svo framvegis en við verðum að mínum að fyrst að fá að hitta þessar sérfræðinga geta spurt út í einstaka liði og svo framvegis. Þannig að
mínu mati tekur fræðsluráð ekki ákvörðunina þó að hún sé út frá forsendum nemenda og kennara að segja ef þetta er rétt, ef það er hægt að endurbyggja grunnskólan með þeim hætti, þá tekur það skemmri tíma, það er minna rask fyrir nemendur og kennarasamfélagið og það er hægt að gera ótrúlega hluti með endurbyggingu því við erum ekki að tala um einhverja smá fifferi í að heldur þá endurbyggingu. En að sjálfsögðu tel ég að slík ákvörðun verði bara ekki tekin nema við sannfærumst það að þau gögn sem að liggja fyrir frá sérfræðingum í málinu sýni fram á að skólinn sé fyllilega boðlegur nemendum og kennurum grunnskóla. Punktur. En þessa umræðu tel ég að við eigum að taka á fimmtudag og síðan í framhaldinu hér inn í bæjarstjórn. Því ég vil sjálf setjast niður og fá umræðuna og heyra í sérfræðingum. En já, þannig að ég er bara ofboðslega ánægð og mér finnst gaman að fylgjast líka með að því ég sit ekki í fræðsluráði að fylgjast með þessari vinnu og að hún er markviss, hún er fjármögnuð og hún hefur sýn, hún veit hvert hún er að fara. Þannig að ég set eitt stórt hrós bæði til sviðsins og ráðsins en ekki síst kennarasamfélagsins og nemendana og ég held að það sé helling hægt að gera og það var svo gaman í COVID að fylgjast með hvað var hægt að umbylta hugmyndum okkar skólastarf á skömmum tíma og hvað ég held að það séu spennandi tímar í skólasamfélaginu okkar hérna framundan. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er alveg rétt bæjarfulltrúi Hilda Jana. Það var margt sem kom í ljós í þessu COVID-ástandi sem kannski upplýsir mann það og sýnir manni það að skólastarf geti verið með ýmsu sniði. Og spurningin þá, erum við að horfa inn í það núna þegar við erum að skoða þessi mál tengt stórri framkvæmd. Ég er ekki að sjá það ennþá, en það er tvennt sem ég langar til að benda á hérna. Fyrsta lagi, eða þrennt. Fyrsta lagi sem meirihluti fræðsluráðs er ekki með meirihluta bæjarstjórnar á bakvið sér. Já, það mátti kannski lág í orðan að hljóða að meirihluti bæjarstjórnar væri ekki á bakvið meirihluta fræðsluráðs í þessu máli fyrst að þetta er að taka ákvörðun það þarf undir götu. Ég meina, fræðsluráð hlýtur að fengi þá þessa umfjöllun og þessar pælingar þessara sérfræðinga áður en að þeir tóku sín ákvörðun. En það er líka hitt að ef þú ert að horfa til nemenda og kennara í Lundarskóla akkurat núna, jú, það verður töluvert mikið rask. En þetta er líka spurninga hvernig við bregðumst við þessu raski þegar upp í staðir og við verðum að horfa lengra en 5 ár fram í tíman eða 3 ár fram í tíman. Við þurfum að horfa miklu lengra. Við erum að fara að byggja hérna, endurbyggja eða byggja húsnæði sem á endast næstu 40, 50, 60, 100 ári. Það er lykilatriði að hluta til í þessu. Við skulum ekki gleyma því. Og þess vegna þarf að vanda sig. Og ég skil ekki alveg þessu umræðu að við ætlum að ræða þetta í bæjarráði sem er lokaður fundur. En það er ekki bæjarstjórnarfundur aftur fyrir í byrjun september. Þannig að það verður engin opin umræða á bæjarstjórnarfundi eða fundi sem þessum þá fyrir í september. Og þá eiga framkvæmdir að vera byrjaðar ef það er ekki þegar byrjaðar. Og það er akkurat þetta sem ég finnst vera óþægilegt í þessu máli líka. Það er að í upphafi COVID þá tókum við ákvörðun það að reyna að vinna sem mest saman, meiri og minni hluti og standa saman í málunum. Þetta mál er búið að kynna á 2 svona fundum, en eins og núna þá er ekki búið að setjast niður í þessum hópi á Zoom-fundi eða Teams-fundi og ræða það að þið ætlið, meirihlutin, að hjóla inn í verkefni með þessum hætti. Þannig að það hefði þá alveg sér hægt að segja bara við okkur, ok, þetta samstarf sem við vorum í COVID, það er bara búið.
af því að nú er ekki lengur þörf á því. Er það þannig? Ég veit að ég hristi hausinn og ég er svona að þetta eru upplifunin sem ég er með. Ég veit ekki hvað aðrir í minnihlutanum er að hugsa núna. En það er ekki verið að reyna að ná einhverju samstöðum lausn í þessu máli nema þá inn í meirihlutanum. Og það er kannski bara nóg. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svo ég sé alveg skýr í tali að fræðsluráð að mínu viti hefur alveg stuðning til að hafa þá skoðun fyrir hönd nemenda og kennara að hagkvæmt sé að fara fyrir þeirra hönd í námslegu og fræðslulegu tilliti. Þessa leið, það hefur ekki verið tekin ákvörðun innan meirihlutans eitt né neitt. Við höfum ekki fengið enn fund með sérfræðingum í málinu sem við töldum eðlilegt að við tækjum með bæjarráði á fimmtudaginn og þá mögulega eftir atvikum öðrum bæjarfulltrúum, ég veit það ekki. Það er bara ekki komin tímapunkturinn þangað. Þannig að mér finnst þetta svolítið sérkennilegt. Við erum að ræða þetta algjörlega opinskátt. Þetta var skoðun fræðsluráðs út frá þeirra umræðu nám og hag nemenda og kennara sem er unnið og þau hafa verið mikið að ræða eins og þið vitið við skólastjóra Lundarskóla. Það þýðir ekkert að sé bara eitthvað dill í einhverju bakherbyggi sem við erum búin að gefa 5 og ætlum ekki að segja ykkur frá. Það sjálfsögðu verður ekki ef að það er ekki kýrskýrt frá þeim sem unnu þessar skýrslur að skólinn sé fyllilega boðlegur og góður fyrir nemendur og kennara, þá er að sjálfsögðu engin bæjarstjórn að fara að taka þátt í því. Ef hins vegar hægt er að sýna fram á það að slík enduruppbygging sé stórgóð og þurfi ekki að kosta jafn mikið og valkostur B og þessi valkostur C sé hreinlega ekki í boði og þá þurfum við bara að fá það skýrt fram. Þessa umræðu eigum við bara eftir að taka. Þannig ég neita að taka þátt í því að við séum annarkvort að fræðsluráð hafi bókað ekki með einhverja heimild gagnvart meirihlutanum hvað þau teldu fyrir hönd nemenda og kennara og fræðslusamfélagsins eða að við höfum ekki átt í einhverju samtali vegna þess að við hreinlega höfum ekki átt í samtali öðru en þessu, hafa komið fram minnisblöð. Við viljum fá sérfræðingan inn á fund til að ræða þetta saman, þannig er málið. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér er að byrja á að þakka bæjarfulltrúa Bíbí fyrir þessa yfirferð. Ég held nú að þessi umræða sem er búin að taka dágóðan tíma sé bara ekki tímabær. Ég get ekki betur heyrt en að við ætlum að ræða þetta og fá öll álit á fimmtudaginn. Og ég ger nú ráð fyrir að bæjarfulltrúi Guðmundur boði alla sem hér eru inni á þann fund, þannig að allir geti fengið að taka þátt í því. En ég allavega hef litið svo á að það er búið að koma máli okkur Lundarskóla, við höfum verið upplýst málið. Ég gerir mig fulla grein fyrir því að meirihlutinn þurfi eitthvað að vinna þessum málum á þess að við séum kannski alveg með nefi ofan í alla daga. En ég gerir bara ráð fyrir því að við fengjum að vita í framhaldinu og það yrði tekin sameiginleg ákvörðun og ég trúi því og treysti að það verði gert þannig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið málsinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að taka undir orð bæjarfulltrúa Hlyns. Hann hitti naglan algjörlega á höfuðið með þessum orðum sínum og ég ætla bara að gera mínum. En þessi umræða er ekki tímabær en það er verið að ræða hér minnisblað sem er ekki opinbert gagn og er ekki leyfilegt að ræða í bæjarstjórn. En meirihlutin er ekki að fela eitt en eitt og verða öll gögn lögð fyrir bæjarráð og tekið til umræðu með sérfræðingum því það er afar mikilvægt að fá álit sérfræðinga á þessu. En svo sem kannski það sem er ekki leyndarmál er að það er búið að halda fund með starfsfólki Lundarskóla sem tók vel í þessar tillögur og er búið að fara að
skoða Glerárskóla, framkvæmdina þar og leist mjög vel á, enda vel til tekist þar. Og við höfum verið að viða að okkur gögnum, þessi ákvörðun sem var verið að staðfesta í fræðsluráði í gær var svo sem komin okkur upp á borðið fyrir 2 mánuðum síðan. En við ákvæðum samt sem áður að viða okkur enn frekari upplýsingum og fá stöðuna betri Lundarskóla. En þess ber að geta að Glerárskóli og Lundarskóli voru byggðir á sama tíma með sömu kröfum og Glerárskóli leit vel út. Það er raun eina sem kom óvart þar við framkvæmdir var hvað ástandi á skólanum var gott. En við tökum þessu umræðu í bæjaráði á 5. og mér langar svona bara í lokin að þakka kærlega fyrir umræðuna. Mér finnst reyndar svolítið leiðilegt að umræðan hafi aðalega snúist eitt erindi, þar sem að skólamálin ná yfir alveg gríðarlega stór svið og mikið sem kemur að þessu og aðstaða starfsfólks og nemenda er ekki eingöngu varðandi loftgæði, það er ýmislegt annað sem kemur til. En vonandi tökum við bara dýpri umræðu það seinna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég skil ekki alveg þessu umræðu vegna þess að fræðsluráð samþykkti, meirihluti fræðsluráðs, og þá sátu hjá fulltrúar minnihlutans allavega einhverjir vegna þess að þeir voru ekki upplýstir máli að þeir töldu, samþykkti að leggja það til að Lundarskóli yrði endurbyggður og það er að sjálfsögðu þá ástæða til þess, fyrst við erum að ræða þessi mál hér, aðbúnað og stefnu og umhverfi barna og unglinga á Akureyri frá 1 árs aldri til 16 ára, fjórðungs íbúa Akureyrar, að við hljótum að taka þessi mál upp. Vegna þess að ef að þessi hlutur er ekki í lagi, þá verður því miður ekkert annað í lagi. Þetta skapar ekki ánægju, en þetta skapar óánægju. Og ef fólk er óánægt, þá er þetta aldrei erfitt að fá það til að vinna að jákvæðum framförum og breytingum. Það er nú bara því miður þannig í flestum þáttum. Og þegar fólk hefur áhyggjur af heilsu sinni, þá erum við í snúnum aðstæðum. Við erum í snúnum aðstæðum. Og ég stendi það að þó að það er ekki hægt að skilja stjórnsýslan öðruvísi en að meirihluti sé búin að ræða þetta mál og í raun og veru taka ákvörðun þeirra fræðsluráð, meirihluti þess tekur þessa ákvörðun og samþykkt sem hún gerði í gær. Og ef það er búið að ræða við alla starfsmenn, nemendur og foreldra Lundarskóla og þetta sé byggt á því, þá eru það nýjar fréttir fyrir mér. Algjörlega. Eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildi Jönu, að þetta væri byggt á faglegum nótum að endurbyggja skólann. Þá segi ég á móti miðað við þau röksemdir sem liggja fyrir í málinu og svo er ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins. Orðið er lust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér ljós, þá segi ég umræðum þennan lið lokið og þá er komið að síðasta lið á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Já. Ég bara las. Vel gert, já.